Komið sæl. Samfylkingin var lengi vel annar stærsti flokkur landsins með 25–30% kjörfylgi í kosningum. Flokkurinn tapaði síðan miklu í kosningunum 2013, fékk tæp 13% atkvæða. Síðan þá hefur flokknum ekki tekist að ná fyrra fylgi og nú svo komið að hann mælist með á bilinu 6–9% fylgi í könnunum. Samfylkingin kaus sér nýjan formann í sumar, Oddnýju G. Harðardóttur. Við ætlum að ræða við hana stöðu flokksins og stefnumálin fyrir komandi kosningar. Oddný, velkomin í forystusætið. Þegar þú varst kjörinn formaður Samfylkingarinnar í sumar, sagðirðu að nú hefurðu 130 daga til þess að leiða saman jafnaðarmenn fyrir þessar kosningar. Fylgið hefur hins vegar haldið áfram að dala. Hefur þér mistekist? Við settum upp okkar plan í júní. Ég var kjörinn formaður í júní og það var ný forystakjörinn. Nýr varaformaður, nýr formaður framkvæmdastjórnar, öll framkvæmdastjórnin endurnýjuð og við settumst niður til þess að undirbúa þessar kosningar. Á meðan var þjóðin að horfa á fótbolta og fór svo kaus sér forseta og skellti sér svo í sumarfrí. Þannig að við náðum nú ekki miklu talsambandi á þeim tíma en við gerum það hins vegar núna fyrir þessar kosningar og þó að fylgið í könnunum mælist ekki hátt og við erum vissulega glaðari eða væri betra, þá finnum við fyrir því að það er hljómgrunnur fyrir okkar áherslum og stefnum og ástæðan fyrir því að ég er svona bjartsýn er að grasrótin er svo baráttuglöð og þau eru svo ánægð með það þegar þau sitja á kosningaskrifstofunum og hringja og tala stefnun okkar að það fá þau góð viðbrögð. Þess vegna er ég alveg sannfærð á kjördag þá verður niðurstaðan betri en þetta. Þrátt fyrir að fylgið hefur ekki mælst hærra en 9% allengi og einhver vandi er þarna greinilega í þessu flokki. Hvað skýrir þennan vanda? Núna er fylgið mikið á hreyfingu. Það eru 17 dagar til kosninga. Já, og þessi 17 dagar munu nýtast okkur mjög vel. En hvað skýrir vanda flokksins? Hvað skýrir vanda flokksins? Þetta átti að vera afl sem að sameinaði vinstri væng stjórnmálana, það virðist ekki takast. Hvað skýrir þennan vanda? Ef ég ætti patentskýringu á því, þá myndi ég leita patentlausninni. En við verðum auðvitað bara að halda áfram baráttunni. Við erum trú okkar stefnu, jafnaðarstefnunni sem við berum uppi. Við leggjum áherslu á málefni barna, við leggjum áherslu á jafnréttismálin, almannatryggingarnar, húsnæðismálin og öll þessi klassísku mál jafnaðarstefnunar sem að við vitum að það er hljómgrunnur fyrir og við munum bara halda áfram baráttunni og ég er sannfærð að þó að við förum ekki upp í 30% í þessu stökki þó að við munum koma betur út heldur en kannanir sína að þá munum við á næsta kjörtímabili byggja okkur upp og verða aftur stóri flokkurinn. Gæti verið að það hafi verið mistök að skipta formann svona skömmu fyrir kosningar? Við ákvaðum að reyna þetta, að skipta forystu vegna þess að staðan var ekki góð og það var tilraun. Við vissum ekkert hvort það myndi breyta einhverju eða ekki, en við vorum hvött til þess að gera það og við ákvaðum að segja allt í lagi, við skulum þá gera þetta og sjáum hvort það breytir einhverju. En auðvitað er það þannig að það er ekki einn formaður sem að ræður lífið að dauða flokks, það eru auðvitað flokksmenn, það eru hugsjónirnar og hugsjónaeldurinn sem brennur í brjósti fólksins sem að drífur hann áfram og það er hann sem við erum að glæða núna og við finnum fyrir því að fólk er að hlusta. En með við fylgið þá virðist ekki hafa heppnast neitt sérstaklega vel að skipta formann? Þetta eru kannanir. Við munum fá betri niðurstöðu á kjördag. Þannig að þú ert ennþá bjartsýn á það að jafnaðarstefnan eigi framtíð fyrir sér, eins og þú sagðir á fundinum þú varst kjörinn formaður. Ég er náttúrulega algjörlega sannfærð það. Algjörlega sannfærð. Og baráttugleðin eins og ég sagði í grasrótinni er mjög mikil og góð. En ef við snúum okkur aðeins að stefnumálunum. Í síðustu viku voru þeir með blaðamannafund, þar sem þið kynnti til sögunar nýja leið varðandi húsnæðismál. Svona í grófum dráttum út á hvað ganga þetta.
þessi mál og þetta svona ykkar helsta baráttumál í þessum kosningum? Okkar helsta baráttumál heilbrigðiskerfið en það líka málefni fjölskyldna. Og þar skiptir húsnæðismálin mjög miklu máli og við þekkjum það bara öll hvernig staðan á húsnæðismarkaði núna þegar það svona keppni á milli fjölskyldna og ferðaþjónustu hér á höfuðborgarsvæðinu og reyndar víða land húsnæði. Og við þurfum að fjölga leiguíbúðum og við viljum að það verði byggða 1000 almennar leiguíbúðir á ári, næstu 4 árin. Við erum sammála ASÍ hvað þetta varðar. En býtu allar ríki þá að standa í því að byggja þessar íbúðir? Við erum nýbúin að samþykkja í þinginu sem að allir flokkar stóðu að fjárframlögum fyrir almennar leiguíbúðir og við erum að tala það kerfi. Ríkisstjórnin gerir ráð fyrir 400 ári og það ekki nóg. Þannig að við viljum eins og ASÍ fara í 1000 á ári og til þess að öryrki verði meira á leigumarkaði. Börn þessa lands þurfa að flakka á milli skóla út af óöryggi á húsnæðismarkaði. Þetta leigumarkaðurinn og það tekur tíma að byggja hann upp. Hitt að fólk sem býr á leigumarkaði og að borga háa leigu á mánuði hefur ekki tækifæri til þess að leggja fyrir. Til þess að komast út úr þessari læstu stöðu og kaupa sér íbúð og þá verður greiðslubyrðin mun minni. Og þess vegna segjum við þurfum að leysa þann vanda fyrir fólk sem á lágum eða meðaltekjum og segjum ef þið veljið það að taka vaxtabæturnar, 5 ára vaxtabætur fyrirfram, þá getið þið fengið 3 milljónir til þess að greiða annarkvort allan hlutinn eftir því hvað íbúðin kostar eða stóran hlut af útborguninni og það mun létta á ungum fjölskyldum og koma þeim út úr þessari læstu stöðu. En verður þetta ekki bara til þess að fasteignaverð hækkar þessum 3 milljónum verður velt út í verðlagið? Það auðvitað þannig að allt sem gert svona, hvort sem það húsnæðisbætur, húsaleigubætur, vaxtabætur, séreigna sparnaðarleið ríkisstjórnarinnar, hvað það sem gert til þess að létta undir með fólki hefur áhrif á húsnæðismarkaðinn. Mest áhrif nú stundir á húsnæðisverð ferðaþjónustan og verktakafyrirtækin sem eru að kaupa upp íbúðir til þess að leigja fyrir ferðamenn. Þannig að þú ert að segja það að þetta muni hækka húsnæðisverð? Já, það bara þannig. Ég meina ef við kunnum að leggja saman og draga frá, þá mun það sjálfsagt hafa einhver áhrif, en þetta mun veita ungu fólki með meðaltekjur og lágatekjur forskot á fasteignamarkaði og þau þurfa því að halda. En þá duga nú þessar 3 milljónir ansi skammt ef að fasteignaverð verður mikið hærra en það núna? Það svolítið misjafnt eftir hvar þú ert á landinu, hvað húsnæðisverð kostar, en það munar 3 milljónir upp í útborgunina minnst og kosti. Sums staðar á landinu mun það nægja fyrir útborgun, en hér á höfuðborgarsvæðinu þá sem stór hluti á útborgun. Og það mun létta undir með fjölskyldufólki, ungu fjölskyldufólki. Ekki líklegt að stór hluti þessara greiðslna lendi á ríkinu? Þið búin að áætla hvað þetta mun kosta? Þetta ekki dýraaðgerð. Við erum að tala þá sem að hefðu hvort sem fengið vaxtabætur eða húsnæðisbætur. Það bæði eigna- og tekjumörk sem þarna eru undir. En þetta fyrirframgreiðsla, auðvitað, einhver kostnaður við það að borga þetta fyrirfram, en á móti kemur að ef þú hefur verið á leigumarkaði og fengið húsnæðisbætur þá færðu þær ekki og þetta eru vaxtabætur sem þú hefðu hvort sem fengið. Þannig þetta ekki dýrlaust fyrir ríkið. Þetta við erum ekki að draga kaninn upp úr hatti, en þetta hins vegar laust sem getur lagst með fólki í vanda sem með lágar eða meðaltekjur. Hvað með námsmenn sem að fara svo út á vinnumarkaðinn og fá laun, þeir eiga rétt á háum vaxtabótum til að byrja með, en svo eftir að þeir fá laun þá kannski lækkar það og þá þarf ríkið að taka það á sig? Já, ríkið tæki það á sig. Eru þið búin að áætla þann kostnað? Við vitum, það svo erfitt að áætla kostnaðinn nákvæmlega, en við vitum að þetta ekki dýrt. Ef þú horfir bara, eitt dæmi sem við settum upp, við værum með 250 pör sem búa heima hjá pappa og mömmu og til viðbótar 250 einstaklinga og þau færu öll í þetta kerfi, þá myndi það kosta 1 miljard og 200 milljónir. En þá þau ekkert að njóta neinnar húsaleigubóta á móti, en þau hefðu kannski farið út á leigumarkaðinn og fengið húsaleigubætur eða farið og keypt sér íbúð eða mamma og pabbi hefðu lánað þeim peninga eða hvað það nú og fengið það vaxtabætur og það myndi þá dragast frá. Þannig að þetta svona dæmi sem gengur ágætlega upp.
Annað sem þú nefndir hérna áðan, heilbrigðismál væru í forgangi hjá ykkur. Þar eru þið líka með stór orð og loforð, ókeypis heilbrigðisþjónustu, sálfræðiþjónustu fyrir ungt fólk, meiri þáttöku tannlæknakostnaðis og eitthvað sé nefnt. Hvernig ætlið að fjármagna þetta allt saman? Við ætlum að fjármagna þetta með því að skipta þjóðarkökunni upp á nýtt með réttlætari hætti. Ertu þá að tala um fiskveiðistjórnarkerfið? Já, við viljum bjóða út aflaheimildirnar til þess að fá fullt verð fyrir auðlindirnar okkar, en við viljum líka að ferðamenn greiði hér gjöld til þess að standa undir kostnað við innviðina. Þar er heilbrigðiskerfið líka undir. En það er bara þannig að við erum í vanda hvað heilbrigðiskerfið varðar. Það þekkja það allir. Hér eru biðlistar allt of langir, það er álag á starfsfólk, það er mannekla og síðan er fólk að borga allt of mikið fyrir þjónustuna. Og þetta er skattalækkun sem við erum að lofa. Við erum að lofa skattalækkun og sjúkt fólk. En samanskapi, þið voruð í ríkisstjórn frá 2009 og þá tókst ykkur ekki að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu. Nú er þetta ríkisstjórn og þingið núna hefur ekki komið í gegn neinum almennilegum breytingum á gjaldtöku og ferðamenn. Hvað er það sem breytist núna? Af hverju ætti þið að geta gert þetta núna? Okkar hugmyndir, bæði varðandi fiskveiðistjórnarkerfið og gjaldtöku á ferðamennum og stjórn á þeim stóra atvinnuvegi, hafa hlotið hljómgrunn og það eru fleiri flokkar en við núna. Einu sinni voru við í Samfylkingunni að tala um útboð af aflaheimildum. Nú eru fleiri flokkar að tala á sömu nótum. Þannig þess vegna er ég mjög bjartsýn á það að eftir kosningar þá munum við geta farið í þessa mikilvægu kerfisbreytingu því þetta er réttlætismál. Við náðum árangri með kvótakerfinu í umhverfismálum og efnahagslega hafði það góð áhrif þegar að framsalið var leyft þó það hafi haft slæm áhrif á byggðir. Þarna er samfélagslega sáttin að fá fullt verð sem við nýtum síðan til þess að í almannaþjónustu, meðal annars í heilbrigðiskerfinu sem við nýtum öll og notum. En nú hefur til dæmis útvegurinn gagnrýnt færeysku leiðina ef það sem þið er að talar um að það auki ekki nýliðun í greininni, auki ekki fjárfestingar í greininni, verði til þess að verði engin framtíðarsýn en skammtímasýn? Ég held að það sé bara allt sem að rangt og þarna eru hagsmunaaðilar að tala því að þeir vilja auðvitað halda arðinum hjá sér en við viljum skipta honum með þjóðinni. Og Færeyingar eru núna nýbúnir að gefa út skýrslu með sína tilraun og hafa gert áætlanir frá og með árinu 2018 áframhaldandi útboð, bæði langtímasamningum og skammtímasamningum og þá er opnað fyrir nýliðunar. Þá geta þeir boðið í sem ekki eru fyrir í greininni. Þannig að þið telja að þessi nægi peningar þarna til þess að fjármagna þessi loforð í heilbrigðiskerfinu? Við vitum það. Og það vita það allir sem að lesa tölurnar að þarna eru peningar sem að engin, og sem við þurfum á að halda. Við eigum ekki að gefa frá okkur auðlindirnar, við eigum að nota arðinn til þess að byggja upp stóru kerfin sem við eigum saman og styrkja þau. Að öðru stærsta mál Samfylkingarinnar árabil var innganga í Evrópusambandi. Nú heyrist lítið sem ekkert það mál í aðdraganda kosninga. Eru þið hætt að hugsa ESB? Nei, aldeilis ekki. Það er auðvitað stóra kjaramálið fyrir bæði fjölskyldur og fyrirtæki í þessu landi. Vaxtakostnaðurinn hér er svo hár að allir finna fyrir því. Fjölskyldurnar sem þurfa að taka lán og fyrirtækin líka. Eina lausnin til að komast út úr þessu er að skipta gjaldmiðil. Og besta leiðin til þess er að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru. Það er besta og farsælasta leiðin. Við hins vegar gerum okkur alveg grein fyrir því að staðan er orðin þannig núna að það verður ekki haldið áfram með samningana við Evrópusambandið nema að spyrja þjóðina. Við munum í aðdragandi þeirra kosninga tala fyrir því að við klárum samningin sem að verður síðan aftur borin undir þjóðina því enginn vill auðvitað vondan samning, ekki við heldur, við viljum ná góðum samningum. Það var búið að loka öllum köflum á sínu tíma og síðasta kjörtímabili nema 4. Þar var fiskveiðikerfið undir, þannig að við þurfum að sjá hvers konar samningu við gætum fengið þar og ef hann er góður þá eigum við að stökkva á hann. En nú er stöðugleiki í efnahagslífinu á Íslandi, það er lítið atvinnuleysi, krónan er sterk. Á sama tíma eru ríki Evrópusambandsins mörg hver í alls konar vandræðum. Er þetta rétt í tíminn?
Það nú mörg Evrópuríki bara í góðum málum og það hægt að nefna Þýskaland og Svíþjóð og fleiri Evrópuríki sem eru í ágætismálum. En mörg í mjög slæmum málum. Hér talað stöðuleika. Við erum núna í uppsveiflu. Við höfum alltaf, okkar hagkerfi hefur sveiflast upp og niður eftir krónunni. Núna erum við erum bara toppi hérna, það engin stöðuleiki, það ekki búið að tryggja neitt stöðuleika. Núna krónan að styrkjast og sem að hefur áhrif á aðrar atvinnugreinar, aðrar útflutningsgreinar og við erum að sigla inn í mikla þenslu. Bara í morgun var verið að segja frá því að það þyrfti að 1100 manns bara í flugtengda þjónustu og Keflavíkurflugvelli á næsta ári. Og þannig að við erum að sigla inn í mikið þenslukerfi og þenslu ástand. Hér ekki stöðuleiki, en við þurfum að reyna að búa hann til og við erum ekki komin með nýjan gjaldmiðil, en á meðan við erum með krónuna þá munum við alltaf sveiflast og alltaf bera kostnað. Verður innganga í ESB skilyrði fyrir ríkisstjórnarsamstarfi með Samfylkingunni? Við munum mæla með því og við munum reyna að ná því fram, verður við það borð sem að reyna að ná sátt ríkisstjórn, þá munum við leggja áherslu á það, já. En þið munið ekki setja það sem skilyrði? Ég get ekki sagt það akkurat núna. Ég held að við munum bara, og sérstaklega bara eins og ég sagði áðan, af því að allir flokkar meir og minna, nema náttúrulega, ég hef ekki heyrt Framsókn lofa því að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla áframhaldi samningaviðræður við Evrópusambandið. Sjálfstæðisflokkurinn lofaði því síðast, kannski lofa hann því aftur núna, en hvort hann stendur við það óvíst. Þannig að þetta bara veltur á því. Við munum gefa það sem skilyrði að það verði farið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og í henni munum við tala fyrir því að við höldum áfram við samningin. Þið talið líka það að þið viljið breyta skattkerfinu, jafnvel fjölga skattþrepunum. Myndi það ekki bara því að aukin skatt á millitekjufólk? Nei, það þarf ekki endilega að gera það. Við viljum horfa til Norðurlandana þar sem að kostnaðurinn við heilbrigðiskerfið, við menntakerfið, við almannatryggingarnar greiddur með hækkandi sköttum. Við viljum halda inni þrepunum. Skattabreytingarnar sem að þessi ríkisstjórn gerði með því að taka miðþrepið í burtu kostar samtals 11 milljarðar króna. En var það ekki einmitt á millitekjufólk, þetta miðþrep sem var tekið í burtu? Já, það var á í síðustu ríkisstjórn. Það var á okkur, þingmennina, það var 700.000 krónurnar fengu mest og þetta var svona, 700.000 fengu mest, þeir sem vorum á lægstu laununum fengi ekki neitt, að vísu fengu þeir sem vorum á 850.000 kall á mánuði 3.000 kall. En þessi seinna þrepið á þessari aðgerð á að taka gildi 1. janúar 2017. Það skref kostar 5,5 milljarða. Ég myndi nýta frekar þá aura til þess að bæta kjöröryrkja í landinu og aldraðra sem að mörg hver búa við fátækt. En þið talum að hugsanlega fjölga þrepunum. Við hvað eru þið þá að miða? Við viljum endurskoða skattkerfið og ég veit ekki hvort við myndum að lokum taka upp hátekjubil eins og þeir gera á hinum Norðurlöndunum þar sem milli 50 og 60% skattur. Við viljum bara skoða það en við erum ekki að tala skatt á almenning, heldur skatt á hátekjufólk. Við viljum líka horfa til eignaskatta eins og önnur lönd í Evrópu að gera og reyndar víðar. Þar sem að eignaskattar eru teknir upp á annað en bara heimili fólks til þess að koma í veg fyrir það eignasöfnun safnist á fárra hendur. En það eins og þið vitið og við höfum öll séð í fréttum mikil tilhneiging í veröldinni allri að eignasöfnun fari til fárra. Þið segið í eitthvað stefnuskrá að þið viljið breyta stjórnarskráni á grundvelli tillagna stjórnlagaráðs. Nú höfðu þið tækifæri til þess að breyta stjórnarskráni síðast þegar þið voruð í ríkisstjórn. Hvers vegna ættu kjósendur að trúa ykkur núna ef þið komist til valda? Þeir eiga auðvitað að trúa okkur vegna þess að það voru við sem að bjuggum til þetta ferli. Það voru við sem að settum ferlið að stað og gerðum allt sem búið að gera í þessum málum. Við hefðum svo fjallum á tíma og þeir sem voru þá í stjórnarandstöðu, það að segja stjórnarþingmennirnir núna,
lögðust fyrir allt sem við gerðum og töfðu ferlið allan tíman. Þannig það var þess vegna sem að við gátum ekki náð þessu saman á þessum 4 árum sem að við vorum við völd. Við viljum bara taka upp þráðinn, það sem frá var horfið vorið 2013 og virða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem var hér í október 2012 og klára nýja stjórnarskrá. En áttu þá ekki vonað að vera bara tafið aftur eins og þá, fyrst að þetta var þeim að kenna? Já, en núna höfum við 4 ára vinnu. Við erum með vinnuna sem við getum bara haldið áfram með. Þannig að við setjum þetta bara í farveg inn í þinginu og tökum upp þráðinn sem frá var horfið og við höfum 4 ár. Það er góður tími, af því það var ekki svo mikil vinna eftir. Þannig að þið ætlið ekki þá að klára það ferli fyrir bara í lok kjörtímabils. Þið ætlið ekki að rjúfa þing til dæmis að sú vinni búin og boða til kosninga. Við bara sjáum til. Það getur verið að það sé bara ágætt að gera það. Við metum það bara þegar það kemur. Við vitum að það er ekki gott að setja sér tímamörk þegar kemur að svona stóri breytingu eins og stjórnarskrárbreytingunni. Við viljum hafa tíman fyrir okkur en nýta hann vel. Hverjum getur þið hugsað ykkur að mynda ríkisstjórn með ef til þess kæmi? Við vitum auðvitað að við verðum ekki eini ríkisstjórn. Ég held að það sé alveg áreiðanlegt, þannig að ég get ekki sagt að við viljum bara vera með þeim sem eru sammála okkur. En við í stjórnarandstöðunni höfum unnið mjög vel saman á þessu kjörtímabili. Við höfum til dæmis fyrir 2 fjárlög verið með umfangsmiklar breytingatillögur stór réttlætismál. Og það er góður samhljómur í stjórnarandstöðuflokkunum. Þannig að fengi ég einhverju ráðið, þá myndi ég byrja á því að snúa mér til þeirra. En gætið þið hugsað ykkur að vinna með Sjálfstæðisflokknum? Það er bara málefnastaðan er þannig að það eru svo fáir þræðir sem að snertast þegar að kemur að henni hjá okkur og Sjálfstæðisflokknum. Þannig að mér finnst bara mjög ólíklegt að við næðum fram nægilega stórum hlut af okkar málum í samstarfi við þau. En hvað með Framsóknarflokkinn? Já, það er félagsleg taug í Framsókn. Þannig að það má alveg taka upp samtal þar. En ekki samtal við Sjálfstæðisflokk? Jú, það er alltaf að tala við þau, en ég sé bara ekki flötinn. Það er það sem ég er að segja. Ég sé ekki málefnaflötinn sem við gætum sameinast Hver eru þau helstu skilyrði stjórnarþátttöku Samfylkingarinnar? Hún er nú fyrst og fremst að við horfum á heilbrigðiskerfið og við stöndum við það og hlýðum kalli fólksins sem voru milli 86 og 87.000 mann sem að krafðist þess með sinni undirskrift að við myndum raða heilbrigðiskerfinu fremst. Það væri örugglega skilyrði hjá okkur. Við viljum líka horfa á skólakerfið. Við viljum að framhaldsskólarnir til dæmis séu fyrir alla og við gætum ekki sætt okkur til dæmis við þær fjöldatakmarkanir sem þar eru og einnig viljum við að háskólarnir fái tækifæri til að sinna sínu hlutverki bæði gagnvart nemendum en líka rannsóknar hlutverki og sem svona drifkraftar atvinnulífs og þróunar í landinu. Háskólarnir skipta okkur mjög miklu máli upp á samkeppnishæfni og við megum ekki svelta það eins og við höfum verið að gera. Rétt að lokum, það hefur verið mikil umræða lánasjóð íslenskra námsmanna. Hvernig sjáu þið hann fyrir ykkur? Við viljum taka upp það kerfi. Við vorum ekki sátt við tillögurnar sem komu frá menntamálaráðherra núna vegna þess að það félagslega hlutverk sjóðsins var einhvern veginn tekið úr sambandi en við erum hlynnt styrkjakerfi en við viljum ekki að þeir sem að þurfa sérstaklega á lánum að halda greiði fyrir styrkina til hinna. Þannig að við viljum endurskoða kerfið og komist við í færi til þess, þá munum við gera það. Einmitt það, takk fyrir komuna í þáttinn. Oddný, þessi þáttur verður ekki lengri. Næstur í forystusætið verður formaður Flokks fólksins. Viðtalið verður á dagskrá á sama tíma annað kvöld. Við minnum líka á seinni málefnaþáttinn umhverfis- og auðlindamál sem er á dagskrá á morgun. Þangað mæta fulltrúar 6 framboða. Verið sæl. Verið sæl.